En þá yfir í sérútbúna flokkinn og þar voru nöfnin þau sömu og árið áður. Hér á ferð Gísli Gunnar Jónsson. Læddi sér með stæl hér upp erfiðustu þrautina, þó ekki alla leið en þó hærra heldur en flestir aðrir. Og þá það Gunnar Egilsson, ók Ljóninu fyrir ári síðan en Svala í ár. Á Akureyri var keppt í 6 þrautum og 2 þessara þrauta voru tímaþrautir. Hér hann að reyna við sömu þraut og Gíslaðan en fór ekki eins hátt. Og þá það Benedikt Eiríksson frá Selfossi. Flestar þrautanna á Akureyri byrjuðu á sama stað en lágu hins vegar upp á mismunandi stöðum. Já, Benedikt fer ekki mjög hátt hér en fékk hins vegar talsvert mörg stig. Þá það Íslandsmeistarinn frá árinu 1994 á heimavelli, Einar Gunnlaugsson. Á leið í 4. þraut og nú þetta spurning hraða. En þessi hraði kom aðeins svo seint og því fór Íslandsmeistarinn svona. Og olía flæddi út og kviknaði í henni. En snöggir starfsmenn voru fljótir að slökkva en áttu hins vegar í basli með að loka fyrir slökkvitækinu á eftir. Og þá það Eyfirðingurinn Helgi Sjött á Frissa Fríska. Búinn að eyða miklum tíma í að gera þennan bíl eins flottan eins og hann og svo tekur það svona stuttastund að beygla hann, en hann slapp hins vegar tiltölulega vel úr þessari veltu. Og þá sjá hvort að Benedikt fer alla leið upp hér. Það voru 4 umferðir til Íslandsmeistara árið 1995 og allar töldu þær, ekki eins og oft áður þar sem að keppt í 5 umferðum og 4 bestu telja. Eða 6 umferðum og 5 bestu telja. Nú ekki má gleyma Jóna Gessinni, hann einnig frá Akureyri. Og hann tekur þetta alltaf með stæl. Tekur kannski svolítið mikið af dekkjum, en áhorfendur elska hann. Og hér kemur einn hjólbarðinn og Ólafur Birgisson myndatökumaður forðar sér í hvelli. Slagurinn á Akureyri stóð á milli Haraldar Péturssonar, Gísla G. Jónssonar og Gunnars Egilssonar. Hér Gísli í 4. þraut, engin upp ennþá. En Gísli læðir sér hér upp á bakkann og klórar sig í gegnum endahliðið og fær gott klapp fyrir hjá áhorfendum. Fékk 280 stig og Haraldur mátti aldrei vera að því að slóra í brautunum. Hann keyrði mjög hratt í sumar og uppskar samkvæmt því 290 stig hér í þessari þraut, komið 1070 á meðan að Gísli var með 1080. Og þá það 15 næst síðasta þraut og það tímabraut. Og hér Helgi Sjött á ferð. Hann misti úr þraut nummer 2 og blandaði sér því ekki í toppbaráttuna. Og þá Gunnar Egilsson, ákaflega fljótur í tímaþrautum alltaf. Gunnar búsettur á Selfossi og skipstjóri. Og hann nær sér hér í besta tíman í þessari þraut, 290 stig, tapaði 10 stigum á því að keyra yfir dekk. Og þá það Gísli G. Jónsson. Var 10 stigum á undan Haraldi Pétursinni, var í 1. sæti og síðan voru önnur 10 stig niður í Einar Gunnlaugsson sem var þá í 4. sæti, 3. sæti ætlaði að segja og svo Gunnar Egilsson með 1040. En hér tapar Gísli talsverðum tíma
og hann fellur niður í 3. sæti þegar aðeins ein þraut var eftir. Og Haraldur Pétursson, hann keyrði hratt og örugglega. Og hér í 5. þraut fékk hann 240 stig á móti 175 stigum hjá Gísla G. Jónssoni og var í öðru sæti þegar ein þraut var eftir með 1310 stig á móti 1330 stigum hjá Gunnar Egilssyni. Og Einar Gunnlaugsson var í 4. sæti, fékk hins vegar ekki nógu góðan tíma í næstsíðustu þrautinni en fékk hins vegar 240 stig af 300 mögulegum í síðustu þrautinni og endaði í 4. sæti með 1435 stig og það var mjög tæpt á keppendum. Næsti keppandi undir honum var Þórir Sjött með 1380 stig. Hér kemur svo Gísli G. Jónsson. Hann vissi hver hans staða var, 3. sæti fyrir þessa þraut. Og hann varð bókstaflega ná besta tímanum og helst að sleppa því að taka nokkurt einasta dekk. Það var dýrt fyrir hann að fá heldur slakan tíma í 5. þrautinni. Hann náði hins vegar besta tímanu hér, tók eitt dekk og fekk 290 stig og lauk keppni með 1545 stig. 1545 stig fékk hann. Gunnar Egilsson átti alla möguleika á því að sigra í þessari keppni. Síðasta þrautin var tímaþraut, þar sem hann er yfirleitt mjög snöggur. Og það var hann. Allt þangað til að slanga sem að liggur í sjálfskiptinguna gaf sig og allt fylltist af reyk og hann náði ekki að ljúka þessari þraut og hrapaði því niður í 3. sætið en sigurvegari var Haraldur Pétursson, fékk 20 stig, Gísli G. Jónsson í öðru sæti með 15 stig og Gunnar Egilsson með 12 stig. Og þá yfir í sérútbúnarflokkin, hér er Gísli G. Jónsson á kókumjólkinni. Fyrsta þrautin í báðum flokkum var tímabraut í þessari keppni. Nokkuð óvenjulegt. Tímabraut getur skipt verulegu máli. Gísli G. Jónsson fékk 240 stig. Hins vegar náði þessi maður að vanda besta tímanum, fékk 300 stig. Það er nú kannski átt að tapa 10 stigum fyrir þetta dekk en dómurum yfir sást það. Glæsileg stökk, hann var ekki alveg viss um það hvenær hann kæmi niður greinilega. Þessi keppni fór fram í Jósefsdal í gryfjum sem þar breytast ár frá ári. Það var það Þórir Sjött á jaxlinum, búinn að ná góðum tökum á fjórhjólastýrinu. Bíllinn er kannski helstil þungur, talsvert þyngri en aðrir torfæri bílar en hann hefur eins og er mjög góða fjöðrun og mikið afl. Eins og sjá má. Þórir fékk 250 stig, 300 stig fást fyrir fyrsta sætið, 270 fyrir annað, 250 fyrir þriðja, mínus 10 stig fyrir hvert dekk og þetta þýðir það að Þórir hefur fengið annan besta tíman en keyrti við 2 dekk á leið sinni brautina. Þá var það Benedikt Eiríksson í þraut nr. 2. Auðveld þraut þar sem að keppendur fengu þetta 300, 280 til 300 stig. Allflestir. Þá var það Haraldur Pétursson, forystusauðurinn í Íslandsmótinu eftir fyrstu umferðina. Og fer hér tiltölulega erfiða þraut, mjög léttilega. Gaman að sjá Harald þegar hann er í essinu sínu. Það var Gunnar. Já, hætti við þarna. Ætlar að bakka niður og svo bara allt í einu gerist þetta. En allt í lagi með Gunnar og allt í lagi með bílinn og þá var Þórir Sjött. Og hér brotnar hjá honum öxull og síðan afturdrif og hann hafði því enga möguleika á því að hanga þarna á brúninni. Öxullinn brotnaði við það að bíllinn sló á mikið saman rétt fyrir næstu brekkuna og svo dreifið seinna upp á brúninni þegar bíllinn lá á afturhjólinu sem hafði allt átækið. Og Einar Gunnlaugsson, sjá hvað þetta er létt.
Benedikt Eiríksson. Þarf að hafa aðeins meira fyrir því, en fer þó alla leið. Glæsilega gert hjá honum. Og við dendum okkur áfram í næstu þraut, mjög svipuð. Upp þessa þraut fóru aðeins 2 keppendur árið áður. Og hér Reynir Gunnar, hittir ekki alveg hliðið, rendi síðan með bæði framhjólin á mjög hálum skilti. Og hann fer því aðra veltu og skilur ekkert hvað er að gerast. Þá er það Gísli G. Jónsson. Gísli fekk 240 í fyrstu, 300 í annari, 295 í þriðju. Og þá var það 4. þrautin. Glæsilega gert hjá honum og 300 stig. 1135 stig og í forustunni eftir 4 þrautir. Og þá er að sjá hvort að Þóri Sjött tekst að fara upp þessa þraut. Bíllinn talsvert skemmtur eftir veltuna. En drif á öllum. Beygjur á öllum og aldeilis frábær fjöðrun. Þið sjáðu það þegar bíllinn lendir að þá er hann bara með grip á öllum hjólum. Og Benedikt Eiríksson. Benedikt fekk 220 í fyrstu, 300 í annari, 300 í þriðju, 300 í fjórðu. Sem hann er hér að fara upp. Og er þar með farin að blanda sér í toppbaráttuna. Þá er það bíllinn Þór sem fluttur var inn frá Svíþjóð til þáttöku í Íslandsmótinu og honum með ykkur Íslandsmeistarinn í götubílaflokki, Ragnar Skúlason. Hér vantaði að fá framendan aðeins niður. Hann sleppur með skrekkinn og næst síðasta þrautin. Benedikt Eiríksson. Þegar að Benedikt fer hér í brautina þá var Gísli G. Jónsson búinn að fara í hana og komst ekki upp. Þóri Sjött fór alla leið en hitti ekki á endahliðið, það gerði Benedikt hins vegar og þeir lærðu af þessum fyrstu tveimur hvernig átt að fara þessa þraut. Gísla vantaði kannski hraða til þess að komast alla leið en það að hann komst ekki þessa þraut varð honum dýrkeypt þegar upp var staðið. Ragnar Skúlason með 280 stig, 1285. Og Haraldur Pétursson lagði sér alla leið. Og Haraldur Pétursson tryggði sér 3. sætið, fekk 1655 stig. Og hér sjáum við svo Gísla G. Jónsson þegar hann reyndi að fara þessi sömu þraut og við höfum verið að horfa á hér. Missir bílinn á loft hérna framann, kannski aðeins örlítið of mikill hraði hérna í upphafi og nær síðan aldrei að krafla sig niður í gegnum allt þetta lausa og varð að bíta í það súra epli að láta sér linda annarsætið en Benedikt Eiríksson lenti í því fyrsta en Gísli G. Jónsson er enn í öðru sæti í Íslandsmótinu og meðan Haraldur er í því fyrsta 2 stigum á undan honum. Og yfir í sérútbúnaflokkinn. Hér er það Gunnar Egilsson á svala. Hann var ekki alveg nógu svalur í þessari hlaut og Haraldur Pétursson kom með 4-hjólastýri og stórar skóflur á öll hjól og það verður að segjast eins og er að hann réð ekkert við bílinn. Mjög mikið grip, miklu meira grip en hann hefur átt að venjast. Plús afturhjólastýri gerði það verkum að hann þurfti að læra á bílinn upp á nýtt. Og hér er það Gísli G. Jónsson. Veltur hér í þraut nr. 2 en Þóri Sjött á heimaslóðum og fer alla leið upp en þrautin er hins vegar rétt hálfnuð. Þóri eftir að koma niður aftur og reyna síðan að fara upp eina ferðina enn og það má sjá þegar hann kemur hér yfir hálsinn og dekkin kom í ljós að þegar hann stígur á bremsuna þá læsist hægra framhjól. Þetta er merki það að það sé brotin öxull. Ef allt væri rétt þá ættu öll hjólin að snúast jafnhratt. En hann hefur sem sagt aðeins grip á 3 hjólum núna.
að komast hér fyrir rauða dekkið en það gerði hann ekki. Og sjáðu þetta, hann vantar grip á það framdekk sem hefur mesta möguleikann á að hafa grip í þessum hliðarhalla og hann fór því ekki mjög hátt, en hér Gunnar Svali og hann gefst aldrei upp. En hann hafði hins vegar ekki festu, ekki grip til þess að klóra sig upp hér alla leið. Hann kominn með framendan í hliði sem hann átti að fara í gegnum. Beygja síðan til vinstri og fara upp í litlu kviltina sem við sjáum mest á skjánum. Þá það Haraldur. Og gripið meira heldur en hann á von á og hann fer hér upp á 2 hjól og hættir við. Átti á hættu að velta ef hann hefði haldið áfram. Og þá það Helgi Sjött. Og það sama sagan, þeir hafa greinilega ekki grip í þennan hliðarhalla. Og Gísli Jónsson átti á brattan að sækja miðbik keppninnar. Missir bílinn hér út úr braut en bakkar leiðilega lengt og reynir að halda áfram en dómarar dæmdu hins vegar hann hefði farið út úr braut og mætti því ekki fara inn í hann aftur. Þú má sjá að þetta óvilja verk að hann fer út úr braut, hann missir bílinn hérna út af hlið. Og spurning hvort það ætti að leyfa honum að halda áfram eða ekki, en dómararnir á það í þessu tilfelli og hann fær því engin stig fyrir að fara þetta hátt í brautinni, 50 stig. Þórir hins vegar tekur á það ráð að fara niður sömu leið og Gísli með vilja, en hann jafnframt kominn út úr braut. Á þessu talsverður munur hvort hann gerir þetta viljandi eða óviljandi. En niðurstaða dómaranna var svo að báðir fengu þeir 50 stig fyrir þessa þraut. Og þá ákvað Gísli nú fórna í öllu og fór eins hátt eins og að mögulega gat hér upp í þessa þraut, vitandi það að hann færi þessa leiðina niður. En það skilaði hann hins vegar 250 stigum, 50 stigum meira heldur en nokkrum öðrum keppenda. Næstur og eftir honum í þessari þraut að stigum talið var Helgi Sjött, hann fikk 200 stig. Einar Gunnlaugsson 190 og Ragnar Skúlason 190. Reyndar fékk Eyjólfur Skúlason 200 stig, en Þórir Sjött fékk aðeins 100 stig fyrir þessa tilraun. Hann ætlaði að reyna að klóra þarna í dekkið upp á brúnni sem var að koma í ljós. Þar með hefði hann farið í gegnum endahliðið en fengi 20 stig í refsingu fyrir að taka dekkið gróflega. Góð tilraun hjá Þóri, en Sigþór hann lagði sér hér ekki alveg jafn hátt og Gísli, vantaði hraða til þess, en fór sömuleiðis niður eins og sjáum á. Þetta eins og sjáum á gríðarlega átök á allan þann búnað sem á að halda hjólunum á réttum stöðum og hér beygluðust og bóknuðu stífur. Þannig að aðstoðarmenn hans urðu að vinna fyrir ánægjunni að fá að vera með í svona keppni. En Eyjólfur óskaddaður. Og þá það síðasta þrautin og hún að sjálfsögðu yfir pollinn og hér fer Einar Gunnlaugsson í góða sturtu þó hún sjáist nú kannski ekki fyrr en alveg undir lokin hér þegar hann afturendinn fer niður í púff og Einar rennandi blautur og Einar endaði í 3. sæti með 1050 stig. Ára Gunnar Svali Egilsson og lá mikið á í þessari þraut, var með 840 stig og var í toppbaráttunni. Hann var reyndar rétt eins og á Akureyri
Í fyrsta hérna hendir hann gleraugunum til þess að sjá betur út, þau eru orðin drullug. Og hér gerist það sem að gerir það að verkum að hann lenti ekki framalega í þessari keppni. Rétt eins og Akureyri að þá verður hann að láta sér það lynda að klára ekki tímabraut. Bjarga sér hér frá veltu en brýtur framhjól undan bílnum og varð að hætta. Helvítis, þetta var tíminn á mér hérna. Það var fínn maður, alveg rosa tíminn maður. Þarna heyrðum við orðbragðið. Í öðru sæti í keppninni var Helgi Sjött. Í tímabrautinni fékk hann 250 stig. Og það voru flest stig sem fengust í tímabrautinni þessu sinni. Fer hér talsveit hærra en hinnir. En krækir í dekki, tapar 10 stöðum við það en ekki tíma, ekki miklum allavega. Og endamarkið var hér út í miðjum polli, þannig að hann kominn í gegnum endamarkið þarna. Og þá það Gísli G. Jónsson. Var með 910 stig í forystunni fyrir þessa síðustu þraut. Náði í 240 stig. 10 stigum minna en Helgi Sjött, en það nægði honum, hann fekk 1150 stig. Og meðan að Helgi Sjött fekk 1140 og það var því Gísli sem lenti í fyrsta sæti og tók þar með forystuna í bikarmeistarakeppni 1995. Eins og sjá má þá ekur Gísli með öflugri dekka framan en að aftan. Þetta gerir það að verkum að hann stýrir betur í hliðarhallabíllinn hjá honum. Hér áður fyrr þá var hann með hærra drifa framan þannig að framhjólin snerust hraðar sem að gerði sama gagn eins og það að hafa stærri dekk. Og hér eru svo úrslitin Gísli G. Jónsson með 20 stig, Helgi Sjött með 15 og Einar Gunnlaugsson í 3. sæti með 12 stig. Það var sérútbúni flokkurinn, Íslandsmeistarinn frá í fyrra hér, fyrstur Einar Gunnlaugsson. Hann fekk 250 stig í fyrstu þraut, 300 í annari, á móti 260 hjá Gísla G. Jónssoni og 270 hjá Haraldi í fyrstu. Báðir fengu þeir líka 300 í annari þraut. Þar með var Haraldur kominn í forystunum með 570 stig, 10 stigum meira en Gísli G. Jónsson og hann aftur 10 stigum meira en Einar Gunnlaugsson. Í þriðju þraut fengu þeir allir 300 stig, en í fjórðu þraut þá tók Gísli G. Jónsson forystuna, fekk 240 stig á móti 170 hjá þeim báðum. Kominn með 1100 stig þá á móti 1040 hjá Haraldi Pétursinni og 1020 hjá Einari Gunnlaugssyni. Fimmta þraut 280 stig til Gísla G. Jónssonar og Haraldar, Einar Gunnlaugsson með 270 stig. En Pétur Sigurbjörnsson á flugunni fekk eins og 290 stig og var þá kominn með 1000 stig. Hér er svo Gísli G. Jónsson. Þetta virðist svo einfalt þegar maður horfa á þetta. Það háði hins vegar Haraldi Pétursinni í þessari keppni að bíllinn púskaði hjá honum að því hann hélt. En þegar að líða tók af keppnina þá komst hann að því að bíllinn var í lágadrifunum, þannig að púskið var eingöngu yfirsnúningur á vél. Vegna þess að hann var í lágadrifinu þá náði hjólinn ekki þeim hraða sem að Haraldur óskaði þegar hann steig á bensíngjöfina og hann átti því talsverðu bastli með að fara upp erfiða þrautir. Það kom ekki að sök í þrautum sem að þurfti ekki hraða í. Hér er Helgi Sjött, hann endaði í 4. sæti með 1695 stig. Það var Einar Gunnlaugsson. Þegar að 2 þrautir eftir var hann með 1290 stig ætlaði að segja, móti 1320 stigum hjá Haraldi Pétursinni og 1380 stigum hjá Gísla G. Jónssyni. 90 stigum á eftir Gísla. Einar fekk 160 stig í næstsíðustu þraut á meðan að Haraldur Pétursson fekk aðeins 130 og þar með voru þeir jafnir, báðir með 1450 stig.
á meðan að Gísli G. Jónsson safnaði stigum og var kominn með 1620 stig þegar ein þraut var eftir og kominn með örugga forystu. Því að í síðustu þrautinni þá fengu þessir kappar 300 stig hver nema Haraldur Pétursson, hann fekk aðeins 270 stig og því urðu úrslitin þau að Gísli G. Jónsson sigraði, Einar Gunnlaugsson var í öðru sæti og í þriðja sæti, aðeins 30 stigum á eftir Einari, varð Haraldur Pétursson. Helgi Sjött kom síðan í fjórða sæti og hér erum við í þraut sem að varð fræg eftir að Haraldur Pétursson valt þar niður árið 1994 með miklu brambolti en nýtti sér síðan næstu 15 mínútur þar á eftir til þess að nánast endursmíða bílinn og halda áfram keppni. Hér er Gísli í næst síðustu þrautinni og Haraldur var svolítið snúinn hvað snerti þetta dekk sem Haraldur er það til að fara að keyra á núna. Það var Pétur Sigurbjörnsson, aldursforsetinn í torfærinni. Hefur átt í talsverðum vandræðum með gangtruflanir í þessum bíl. En þegar hann verður komið fyrir þær þá verður hann ábyggilega skæður sér yngri mönnum og í síðustu þrautinni eins og áður kom fram fékk Gísli G. Jónsson 300 stig og hirti þar með fyrsta sætið. Einar Gunnlaugsson lenti í öðru sæti, hann fékk einnig 300 hér í þessari þraut en 1750 alls á móti 1920 stigum Gísla G. Jónssonar. Og Helgi Sjött. Það stóð reyndar til að þessi þraut yrði beint upp og hér yrði eins konar stökkkeppni að ræða en svo til þess að það er hættulegt mönnum og bílum, þá var hætt við það og hér höfum við stöðuna Gísli G. Jónsson með 50 stig og forystuna í Íslandsmótinu á meðan Haraldur Pétursson er með 44 stig. Ára sérútbúni flokkurinn, Gísli G. Jónsson. Já, hann ætlar alla leiðina upp. Nei, vantar örlítinn hraða hér. Pétur Sigurbjörnsson á flugurinn náði ágætum árangri meðan að bíllinn var í lagi. En margt var við gangtruflanir eins og svo oft áður. Og hann lenti neðarlega þegar upp var staðið. En fékk mikið klapp frá áhorfendum þegar hann fór hér upp. Einar Gunnlaugsson var að berjast bikarmeistaratitilinn við Gísla G. Jónsson. Gísli G. Jónsson sigraði í fyrstu umferðinni, Helgi Sjött varði í öðru sæti og Einar Gunnlaugsson í þriðja sæti. Helga Sjött gekk hins vegar mjög illa í þessari keppni, en Einari gekk hins vegar vel. Það var Ásgeir Jamil Allansson á sínu fyrsta ári í torfærinni og náði stöðugt betri tökum á bílnum. Og fór hér upp og skemmti myndatökumann okkar eins og sumir aðrir torfærumenn gerðu annars slagið í sumar. Og í annarri þraut þá var ljóst hvert stefndi. Það stefndi einvígi á milli Gísla G. Jónssonar og Einars Gunnlaugssonar. Þeir tveir voru þeir einu sem fóru upp í þessari þraut. En Gísli fór hins vegar ekki alla leið og við það tók Einar Gunnlaugsson forystuna. Ragnar Skúlason á Þór eins og sjáum á þá rigndi hressilega inn á milli en þess á milli skein sólin og þessi þraut reyndist ókleif öllum mjög laust í upphafi þannig að það var vonlaust að ná hraða sem þarf til þess að fjörunarkerfið vinni á svona barði eins og við sjáum þarna. Og hér reyndi þó Haraldur. En mjúkt undirlag tekur við honum þarna og engar skemmtir.
hér Hörður Gíslason, Hörður Sigurðsson ætla ég að segja, bróðir Gísla G. Sigurðssonar og Einar Gunnlaugsson. Það bil að tryggja sér fyrsta sætið í þessari annari og síðustu umferð í bikarkeppni í torfæru. Það voru 2 umferðir í bikarkeppninu og 4 í Íslandsmótinu. Gísli G. Jónsson lenti í vandræðum eftir þessa þraut. Hann sprengdi dekk og fékk lánað annað dekk til þess að vera með undir bílum í næstu þraut á eftir, en það kom hins vegar ekki nægjanlega tímalega, þannig að hann var að setja loftlausa dekkið undir aftur og hann fór ekki mjög langt í næstu þraut. Hér svo kominn Jón Ásti Ársalsson sem átti eftir að blanda sér í toppbaráttuna í síðustu umferð í Íslandsmótinu. Sýndi góða takta á þessum bíl sem kallast Turtles. Þá það Ragnar Skúlason aftur og nú skein sólin. Og hann hér að takast á við eina erfiðustu þrautina í þessari keppni, erfiðustu kleifu þrautina. Og hann var sá fyrsti til þess að fara alla leið á toppinn. Og þá var Sigurður Axelsson. Á þessum bíl voru gerðar stórvægilega breytingar fyrir keppnistímabilið árið 1995 sem að ekki virkuðu í upphafi, en smátt og smátt náðu þeir tökum á þessum bíl og verður þessi bíl örugglega skæður á næsta ári. Þá það Pétur Sigurbjörnsson, aldursforsetinn, 48 ára gamall, nær þó ekki aldri Jóns Ragnarssonar sem elstur keppenda í mótorsporti, það að segja í reglubundnum keppnum. Og hér hefur svo úrslitin Einar Gunnlaugsson sigraði, Gísli G. Jónsson varð í 3. sæti, en þar sem að Gísla gekk betur í fyrstu umferðinni og þeir voru jafnir að stigum, þá var Gísli G. Jónsson bikarmeistari. Þá í sérútbúnarflokkinn Gunnar Svali Egilsson í fyrstu þraut sem átti eftir að verða mjög afdrifarík fyrir suma keppendur. Þá var það Jón Ásti sem við sáum í bikarkeppninni áðan. Keppendur áttu að fara upp á þetta barð og Gísli G. Jónsson var að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Reyndi en lenti í því að fá hásinguna aftur í gírkassa og brjóta þar með gírkassan, og því fór dýrmætur tími næstu 3 þrauta í það að gera við þennan bíl og gera hann keppni sem hann aftur, og hann var þá, þegar hann mætti til keppni aftur, kominn niður í 12. sæti. Og Gísli var að berjast við þennan mann, Harald Pétursson, Íslandsmeistaratitilinn. Aðrir keppendur áttu ekki möguleika. Þar sem að Gísli var nú þegar komið með 50 stig og enginn gat náð honum að stigu nema Haraldur Pétursson. En rétt eins og Gísla G. Jónssoni þá gekk Haraldi Péturssoni illa í þessari keppni. Og slagurinn 1. sæti stóð því milli annarra keppenda heldur en þeirra tveggja sem börðust titilinn. Það voru Einar Gunnlaugsson, Jón Ásti Ársalsson, Gunnar Egilsson og Helgi Sjött sem að börðust 1. sætið. Og hér Helgi Sjött á ferð. Og hann fer hér alla leið, kom með 540 stig. Jón Ásti Ársalsson var þá eftir þessa þraut, það að segja þraut nr. 3, kom með 570 stig og var í forystunni. Hér svo Pétur Sigurbjörnsson á flugunni. Það ekki eftir að hann með öflugri dekk undir að aftan. Ætti að mínu mati og margra annar að vera með þau undir að framan. Hér svo Jón Ásti sem var í forystunni lengi vel í þessari keppni. Mjög léttum og liprum bíl.
Og er þetta ekki bara glæsilegu litur á felgunum? Já, já. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Þegar að 3 þrautum var lokið var Einar Gunnlaugsson 100 stigum á eftir Jóni Ásta, 10 stigum á undan Gunnari Egilssyni og Helgi Sjött var með 540 stig á móti 570 stigum á Jóni Ásta. En þá voru eftir 3 tímaþrautir. Hér er svo Gísli G. Sigurðsson á kjúklingnum. Náði ágætum árangri inn á milli, meðal annars 300 stigum einn keppenda í þessari þraut. En lenti neðarlega yfir heildina sér. Þá er Haraldur Pétursson. Hann vissi að hann þyrfti að minnstakosti 7. sæti til þess að ná Gísla stigum og það hefði verið nóg fyrir hann að jafna hann og fá 50 stig samtals. Þar sem að Haraldur Pétursson sigraði í fyrstu umferðinni. En lengi vel þá var Haraldur Pétursson ekki einu sinni í 7. sæti heldur neðar. Þá erum við komin í síðustu þrautina. Gísli G. Jónsson mætti í þessar 3 tímaþrautir en átti í mesta basli með að stýra kókumjólkinni þar sem að sveifarásin var kengbogin þó að vélin snerist ennþá og það gerði það að verkum að Trissa fremst á sveifarásnum kastaði alltaf af sér reiminni sem að knýr stýristæluna og Gísli hafði því ekki fulla stjórn á stýrisbúnaði bifreiðarinnar. Þetta er hins vegar Ragnar Skúlason á sænsk ættuðum Þór og hann tók hér eitt heljarmikið flug í lokin. Og Jón Ásti, hann tapaði stigum í tímaþrautunum, 165 stig í 4. þraut á móti 250 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni, 210 stig í ánni á móti 270 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni og svo 205 stig í síðustu þrautin á móti 260 stigum hjá Einari Gunnlaugssyni og var þar með að láta sér linda annað sætið. En 15 stig til Íslandsmeistara. Það verður fróðlegt að fylgjast með því hvort að Jón Ásti mætir aftur á næsta ári á þessum bíl eða öðrum. Sér lítið út, ekki eins og aðrir keppendur í mýrinni á Hellu, en kemst þó yfir. Og búinn að breyta lit á bílnum. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Hann sigraði í þessari síðustu umferðinni, fékk þar með 48 stig alls til Íslandsmeistara en Gísli G. Jónsson var búinn að næla sér í 50 stig fyrir þessa umferð. Þannig að Einar átti aldrei möguleika á titlinum. Og þá má því segja að Einar hafi lotið lægra haldi fyrir Gísla bæði í bikarmeistarakeppni og í Íslandsmótinu. Heyriði aflið í þessum bíl. Og hér fær Einar enga sturtu. Og þá er það Haraldur Pétursson. Hann klóraði í bakkann undir lokin og náði að komast upp í 5. sætið sem að gaf honum samtölu upp á 52 stig til Íslandsmeistara. En Gísli G. Jónsson komst ekki inn í topp 10 og það er aðeins 10 efstu sætin sem gefa stig. Þar með var Gísli G. Jónsson aðeins með 50 stig. Hefði þurft 8. sætið, 7. sætið miðað við þessi úrslit þar sem Haraldur Pétursson komst í 52 stigin. Það var því Haraldur Pétursson sem tók Íslandsmeistaratitilinn með stæl hér og hitti eina myndavél okkar sem höfum starfað við þessa þætti en hér eru svo úrslitin í þessari keppni.
og glæsilegur árangur hjá Haraldi Péturssyni.